Já, það er jafntefli í hörkuleik, hvernig lítur þetta við? Herðu, þetta lítur bara þrælu vel við mér. Þú veist, ég er auðvitað bara, ég veit að fenginni reynslu að það er alltaf erfitt að koma til Akureyrar og spila. KM eru með massíft lið, reynslu mikið lið og öflugt og þannig að ég get ekki verið að, ef við horfum á stigasöfn, þá get ég ekki verið annað en sáttur með stíð. Það sem að mér fannst þess að kannski, mér fannst við aðeins láta atburðinn stjórna okkur. Mér fannst við aðeins láta þá staðreynd að þetta væri fyrsti leikurinn opnunarleikurinn okkar í bestu deildinni. Að við værum komnir á stóra sviðið og mér fannst við vera aðeins stressaðir, taugatrektir og þegar þú ert stressaður þá hefur þú kannski hluti til að flækja hlutina meira heldur en að einfalda þá. Og mér fannst við falla aðeins í tágrifu. Mér fannst við aðeins stjórnast af stemmingunni í leiknum sem var svona stundum hávær og stundum svolítið svona trillt og þá fórum við að flýta okkur. Það áttum við sérstaklega við fyrirháleik og þannig að þetta er svona pínu svektur ef við næðum ekki að sýna oftar í leiknum okkar spari hliðina á okkur en þú veist það var samt alveg þú veist, eitthvað sem gat gerst og maður hefði verið búinn að tala um það fyrir leikin að í staðinn fyrir að tala um að alvaran sé að byrja þá sé gaman að byrja þá er það bara samt þannig að menn láta stjórnast af tilfinningum og tilfinningarnar tóku liðið mitt í þá átt í dag að við erum stressaður og pínu ólíkir sjálfum okkur sem er ekkert sem að maður hefur sérstakar áhyggjur af á síðustu við komum sterkir tilbaka og lærum af þessu leik okkur að spila sér fyrsta leik í efstu deild þannig að menn setja allar reynsluna úr þessu leik í pókahotnið og taka með sér suður. Já, þú talar mikið um tilfinningarnar. Fáið 2 rauð, það var svona tilfinningarnar sem fóru svolítið með ykkur þar? Ég veit það ekki. Já, kannski bara, þú veist, ástríðan fyrir leiknum og ég er nú ekki búinn að sjá spjaldið, rauðaspjald, eða sjá atvikið almennilega þar sem Aron Sig fær rauðaspjaldið en þú veist, ég vona bara Jóhann Inga vegna þannig að við verum með þetta rétt og ef hann er með þetta rétt þá bara þú veist, ekkert mál og áfram gakk. En ef hann er ekki með þetta rétt þá auðvitað, þú veist, verður óþægilegt fyrir hann að horfa í spegil í kvöldu en hann að bursta tennurnar og horfast í augu við samviskuna sína. Þannig að þú veist, það er einu sem ég segi við því. Hjalti, þú veist, það er ekkert hægt að segja við því. Það er annað gula spjaldið og þetta er auðvitað gult spjald en ég samt hugsi að eins og leikurinn spilast, eins og leikurinn þróast, eins og hvað KM-menn voru fasti fyrir þá er ég svona hugsi yfir að við höfum enda 9 á vellinum og þeir 11. Með við línuna, þú veist, þá hefði sennilega sko, þú veist, þá hefði maður ekki verið hissa ef að 1 eða 2 út hjá þeim hefðu fókið út að líka og þú veist, og svona kannski, þú veist, línan í leiknum fannst mér ekki neitt sérstaklega góð. Það var ekki, maður gæti aldrei vita hvað var rétt og hvað er rangt og hvað er hvenær er dæmt og hvenær er ekkert en stundum mátti tækla og taka manninn, stundum mátti alls ekki tækla og taka manninn. Þannig að ég saknaði þess að það væri skýrari lína. En þú veist, það er líka hellis lærdómur að því bæði fyrir þá sem að fá rauðaspjaldi og liðið sem að þarf að klára leikinn að vera fyrst einum manni færi og síðan 2 manni færi. Þú veist, það er reynsla fyrir menn sem að lenda í þessum aðstæðum bæði Aron og Hjalti, þú veist, þeir læra hvað þeir geta gert betur, hvernig geta gert hlutina öðruvísi. Þannig að það er dýrmætt. Leikmennir hinir læra sem eftir eru í 2 færri, læra að hvernig á að glíma við þær flóknu aðstæður þegar að það eru 60 mínútur eftir og þú ert 2 fleiri farin á vellinum. Og þannig að þú veist, allur lærdómur er góður. Það er það fallegasta við fótbolta. Það er allur lærdómur góður og fyrir liðin eins og okkar sem er til þess að gera frekar ungt og frekar reynslu lítið og þá bara tökum við öllum lærdóm fagnandi.
Já, Eiður meiðist þarna fyrir út af í kjölfarið, hann eitthvað meiddur? Nei, hann fekk högg á hnén á móti Víking og fekk svo aðeins aftur núna á móti KA núna í leiknum, þannig að ég veit ekkert neini, ég held að hann verði klár á móti Val ef allt er eðlilegt. Já, hvernig er svona tilfinningin fyrir Valsleiknum? Hún bara geggjuð. Það ekkert nema bara gleði og tilleikum. Valsarar eru með öflugt lið. Við erum búin að spila einu sinni við þá í vetur og sáleikur var öflugur okkar hálfu. Við áttum okkur á því, við fáum ekkert fyrir þar leik núna. En það bara, það ekkert skemmtilegra heldur en að mæta Val í deildinni. Tvö lið sem að eiga sér langa sögu saman og þannig að við getum bara ekki beðið eftir að máta okkur við Valsmenn og það eru 8 dagar í leik, það er allt og langt. Þannig að maður verður núna bara að tellja niður dagana fyrir þann leik. Ok, takk fyrir. Takk. Gleðilegt.